Velkomin. Þessi upptaka í boði Sally Magg sem gefur út heilsutímarit, Heilsa og hamingja. Að þessu sinni ætlum við að tala við Svanfríði Hævar, 73 ára gömul kona sem hefur verið þjökuð af ýmsum kvillum og töluvert alvarlegum sjúkdómum í meira en 20 ár. Svanfríður á langan atvinnuferil, bæði sem atvinnurekandi, verslunarreigandi og þekkt bæði handverks og handavinnukona. Og hún svo sannarlegur frumkvöðull því að hún ein af allra fyrstu manneskjum sem lærir á tölvu á Íslandi og lærir sem sé að gera við tölvu. Og það má segja það að hún sé búin að vera tölvu og internetnörd alla götu síðan. Við notumst við fjarfundarbúnað í þessu viðtali vegna þess að Svanfríður núna búsett í Norður-Noregi, norður við Lofot, má segja á föðurleið sinni þar því hún á ættir að rekja þangað. En Svanfríður, velkomin í spjall og fyrst af öllu, hvað þetta eiginlega? Þetta kallað intermittent fasting og maður byrjar á því að minnka tímann sem að maður hefur til að borða yfir sólarhringi. Og maður byrjar á því að maður fastar frá cirka 7-8 kveldi til klukkan svona 8 að morgni. Og í mínu tilfelli þá færði ég morgunmatinn til smá saman nær hádegismatnum, það rann saman. Þannig að ég var með 16 tíma föstu. Vegna þess að það gefur betri árangur heldur en 12 tíma fasta. Já. Og það ýmislegt sem að maður má ekki borða, sem að, það matur sem veldur bólgu, til dæmis. Bólgusjúkdómum. Og þar á meðal hveiti og grjón og sterkjumikið grænmeti eins og kartöflur og þess háttar. Og hvítu vörurnar? Já, hvítu vörurnar, ekki tilbúnar vörur. Já, sykur og hveiti og sykur. Og síðan sleppir maður öllum sykri, eins mikið og hægt Það náttúrulegu sykur í sumum mjólkurvörum, þannig að maður getur borðað til dæmis smjör og rjóma vegna þess að ekki viðbættur sykur í því og kotasælu og sýrðan rjóma og allt sem ekki viðbættur sykur í, mjólkurvörur sem ekki með viðbættur sykri. Segðu mér eitt. Hvað af hverju fórstu að leita þessu? Þetta gerði það vegna þess að ég var orðin þreytt á gigtinni, að vera með gikt. Og ég var með þrenns konar gikt. Ég var með vefjagikt, ég var með fjölvefjagikt, ég var með psoriasisgikt. Og svo slitgikt þar á auki sem að maður læknir nú ekki með mataræði og ég var með psoriasis og ég var með astma og svo var ég náttúrulega alltaf þung út frá meðalagjöf til að byrja með, þannig að Þú hefur náttúrulega verið að taka mikið magn af lyfjum við þessu öllu saman. Já, og aukaverkanirnar af lyfjunum voru það miklar. Já, þær voru orðnar sjúkdómur út af fyrir sig. Já. Þú hefur tekið lyf við hverjum og einum af þessum sjúkdómum sem þú ert að telja. Já. Talsvert mikið magn. Bara ríflegt magn. Já, en hvað gerðu lyfin fyrir þig? Leið þér samt ekki betur eða hvað? Jú, til að byrja með. En svo,
endaði það náttúrulega með því að það dugði ekki til. Ég hefði þetta stekkað svo mikið skammtana, ég var með þannig lyf að ég vildi ekki stekka skammtana. Ávanabindandi lyf? Já, já. Og mér tókst ágætlega að hætta á þeim, ég var ekki, sem sagt, að því ég hafði ekki farið upp í þessu stóru skammta. Gekk það alveg þokkalega að hætta á þeim þegar að matarkúrin fór að virka. Já. Hvernig var ástandið? Ég meina, þú varst með psoriasis, þú varst með astma, þú gast ekki farið inn á kaffihús eða kveikt á kerti og þú svafst ekki fyrir kláða og annað sem að þú hefur sagt. Já, ég var með meðul við því og það er bara róandi. Já. Svo maður sé ekki svona slæmur að kláða, sko. Já. Og ég var að lesa líka hinar þessar greinar í sambandi við það, sko, maður gæti sem sagt fengið suma af þessum sjúkdómum bara með því að borða ekki rétt. Já, það væri svona eins konar lífsstílsjúkdómar eða hlutar til. Já, þetta eru lífsstílsjúkdómar, mikið af þessu. Já. Og þú ert 73 ára gömul kona og ástandið var orðið hvernig? Já, sko, ég var náttúrulega mikið betra með að hreyfa mig. Ég var þannig á morgnana að þegar ég komst loksins fram úr rúminu á morgnana að þá tók mig 1-2 klukkutíma að verða, sko, að hita mig upp þannig að ég geti fara að hreyfa mig eitthvað. Því ég var svo stirð. Og ég gekk bara meðfram, sko, og stundi mig. Eða var með hækju. Nú er ég búin að kasta öllu þessu, sko. Þannig ég kastaði náttúrulega vísi ekki hækjunum en það er inn í skáp. Já, þú fleiðir ekki ruslundunum. Nei. Og sem plús að þá náttúrulega var rosalega, sko, þá léttist ég alveg rosalega. Því að ég var komin í svo mikla yfirþyngd sem að sumuleyti og mörguleyti stafaði af meðalatöku því að við einni gigtinni þá þurfti ég að taka stera í 2 ár. Já. Og það veldur þyngdaraukningu. Ég var við vefjagigtinni var ég með lýringa og það veldur þyngdaraukningu. Og heilaþoku, þannig að maður hugsaði ekki rétt. Já. Og maður svona eins og hálfgerður zombie. Já. Og það er ég allt laus við, sko. Já, það er alveg magnað. Hvað er langt sem þú byrjaðir á þessu? Það eru 8 mánuðir. Það eru 8 mánuðir í dag og það sem að sést náttúrulega, sko, fyrir þann sem að er auðvitaðkomandi og auðvitað finnur þú kannski mest fyrir betri líðan og þú ert algjörlega laus við lyfin. Þú tekur engin lyf í dag. Engin lyf. Ég hef vítamín aðeins. Þú hefur lagt gríðarlega af. Já. Minnstakosti 25-30 kíló. Já. Og það eru farin 36 centimetrar í mittinu. Já, það er ekkert annað. Þannig ég kemst í gallabuxur í dag. Já. Sem ég ekki keypt mér í 25-30 ár. Það er margfalt betri líðan, bæði út af því að bara sjúkdómarnir hafa hreinlega látið undan síga og svo náttúrulega það að ganga 30 kíló léttari. Já. Og nú er til dæmis, sko, bara það að ég bý upp á annarri hæð og það er stigi náttúrulega. Já. Og ég var í vandræðum með að komast upp og niður stigann. Já. Nú er það ekkert mál lengur. Nei. Já. Og psoriasis meira að segja, þú varst talsveit slæm af því, sagðir þér. Já, ég var svo slæm, sko, til dæmis undir iljónum að þegar ég gekk þá blæddi úr iljónum á mér. Vegna þess að ég var með svo mikið af sprungum og sprungundum voru kannski kross. Og þegar ég gekk, þá opnuðist þær. Já. Og ég var eiginlega ég komst ekki í skó. Já.
þegar maður er svona, Hvernig er þá ástandið á er ekkert að vera í skóm. En ástandið á psoriasis núna? Sko, það sér eiginlega ekki á fótunum á mér. Ég versnaði svolítið í jólin vegna þess að ég var í jólaveislum og bara nokkra daga sem sagt jólasvindl sem að ég tel mig samt ekki hafa svindlað mikið, sko. Ég bara smakkaði á sömu. Að það var nóg til þess að það tók sig aðeins upp. Já. Þannig ég má ekki hætta á þessu. Nei, er það eitthvað kvöð fyrst þér? Nei, það er engin hvað. Því að, sko, það tekur maður bara nokkra vikur að venjast þessu mataræði. Já. Og ég sakna til þess í dag, ég sakna ekki sykurs. Nei. Og ég var mikið kartöflumanneskja, ég sakna ekki orðið kartöflur. Ég keypti nokkra kartöflur fyrir jólin, en ég notaði þær. Já. Það er náttúrulega, sko, þó að maður finni pínlítið verið hungutilfinningu einhvern smá tíma dagsins og saknaði þess að geta ekki stappa kartöflum með fiskinum, að þá er ávinningur eins og gríðarlegur að öðru leyti. Já. En er þetta flókið mataræði? Er voðalega mikið Mér finnst það ekki flókið. Þetta er ekki flókið. En það er samt boðabönn. Já, það eru boð og bönn. Fyrsta lagi sykur og svo sterkja og kolvetni. Já. Sko, maður má vera með svona 20-30 grömm af kolvetnum á dag, því það er kolvetni í flestu grænmeti. En það er mismunandi mikið. Og náttúrulega grænmeti sem er mikið kolvetni í, það má maður helst ekki borða nema eitthvað mjög lítið. Já. Og til dæmis eins og núna, ég er eftir að prófa það reyndar, að í staðinn fyrir hrísgrjón, að þá er hægt að hafa grófrifið selleri, rótarselleri. Ok. Og það er á leiðinni til mig, ég þarf að kaupa mikið af þessu á netinu því að ég bý hérna í Norður-Noregi og það er ekki mikið búðir, ekki stóra búðir. Og ég versla dálítið við heilsubúðir á netinu. Er þetta þá ekki dýrt? Hæ? Er þetta þá ekki dýrt? Nei, þetta er nefnilega ekki dýrara heldur en það sem ég notaði fyrir, því að ég held að þetta yrði mikið dýrara. En ég er að nota upp undir það helmingi minna í mat heldur en ég gerði. Já. Samt borða ég meir heldur en ég gerði áður. Það er nefnilega það. Vegna þess að, sko, í mörg ár var ég búin að halda í við mig til þess að fitna ekki. Já. En ég fitnaði samt. Já. Svo náttúrulega, ef við tölum fjárhagslegan ávinningar, þá ertu náttúrulega laus við alla pillurnar. Já. Það har nú verið drjúgur skildingur í hverjum einasta mánuði öll þessi ára að þurfa að kaupa þessi lyf. Já, og styrakremin sem eru rándýr og allt þetta. Já. Gjörsamlega bara algjör viðsnúningur. Já. Það er magnað. En hérna, þegar þú sagði mér frá þessu fyrst, leiðu þú nefndir þetta, hvað sagði þetta héti? Intermittent fasting. Og þýðingin af því geti verið fastað með hlér eða eitthvað svoleiðis. Já. Ég veit ekki neitt gott íslenskt orð yfir það. Nei, það er ágætis orð. Ég er líka svolítið blind af því ég er í Noregi og það lokar svolítið á hjá manni að vera með mörg mál í tækinu. Já. Föstur með hlér eða fastað með hlér, það er ágætis. Já. Það er ágætis með þetta. En ég segi fyrir mig, sko, leið og ég sá orðið fasta, þá bara fekk ég hunguverk strax. Já. Sko, ráðið sem ég notaði til að byrja með, það var að setja smjör út í kaffið. Já. Því að maður má setja rjóma eða smjör í kaffið. Er það ekki vont? Nei, mér finnst rjómi út í kaffið vont, en smjör finnst mér ágætt. Já. Og sko, ég hef ekki það mikið að ég finni mikið smjörbragð. Nei. Það er hægt að setja aðra fitu, það er hægt að setja kókosfeiti
hún bragðlaus. Og slæra. Smjör finnst mér bara ágætt, sko. Mamma nota smjör, meira að segja nota tólg. Og ég nota tólg til að steikja úr þar sem það er meiri hita. Já. Af því hún þolir betur hita. En sko ég er nú í hópi, þeim stóra hópi sem að geti alveg þegið að losna við, 30 kíló takk, það væri alveg vel þegið. Já. En ég er sæmilega á mig komin að öðru leyti, það er ekkert margt sem er að hrjá mig, en þegar ég heyri svona kúra og dót og þetta má ekki, ég nenni ekki að hlusta á 10-20 læknasérfræðinga á YouTube eins og þú hefur gert til þess að bara rauninni að læra þetta. Já, ég hef búin að gera það þessa 8 mánuði og reyndar 1 eða 2 áður en ég byrjaði. Ég veit það og það er einmitt út af því að það er ekki, þú getur ekki fleygt í mig bara einhverju snepli þar sem þið segir sko svona átt að gera, þá myndi ég alveg treysta mér í það. Og ég var að kvarta þetta við þig og þú hefur bætt heldur betur og ert búin að taka saman frábæran leiðarvísir, bók eða búkling bæði hvað má og hvað má ekki, hvað þetta er og hvaða áhrif það hefur á líffærin að nota svona mat í staðinn fyrir annan og gríðarlega mikill fróðleikur finnst mér. Og svo náttúrulega það sem að öllum máli skiptir, það er bókstaflega listi yfir hvað ég má og hvað ég má ekki. Já. Og þetta framtak er náttúrulega bara alveg frábært fyrir þá sem að vilja tileinka sér þetta. Og þú ert að gefa okkur sérstakt tilboð á þessari bók, eða þessu bókingi, þetta er rafbók og prísin er ef ég man rétt, 1300 kall íslenskar eða $10 eða $9,99 eða borga með PayPal. Og kosturinn við það fyrir viðskiptavininn að kaupa í gegnum PayPal, við getum bara að nota kortið, þetta er alls ekki flókið, að þá getur við hlaðið bókinu niður strax. Þetta er bæði flipbook og PDF bók. En hins vegar ef það er borgað í gegnum banka með bankamyndufærslu, þá þarf náttúrulega að bíða eftir staðfestingunni og þá fáum við e-mail með linkum til þess að hlaða niður bókinni. Þannig að fljótlegasta leiðin er að nota PayPal-greiðsluna. Og þú hefur meira að segja nefnt það við mig að þú hafir svona hug á því að fyrir þá sem að hafa virkilega áhuga á því að gera breytingu, lífsstílsbreytingu með mataræði, þá sertu tilbúin að mæta á vikulega fundi eða veita svör á Facebook-grúppu eða eitthvað þess að taka. Það er þetta með. Já, það er ekkert mál. Og til þessu bæði félagsskap og skemmtun og ná frábærum árangri. Já. Mætast einu sinni í viku og Zoom-fundi og bara ræða málin. Já. Fá ráð og fá aðstoð. Skiptast á upplýsingum og árangri. Já, og hvatningu frá öðrum. Já. Já, pluss það að allir sem kaupa bókina, runni held ég bara allir sem að horfa á þetta myndband, þeir fara inn á fréttabréfalistan og fá vikulegar upplýsingar. Já. Og jafnvel innan skamms von á lítilli matreiðslubók frá þér, er það ekki? Það er svona í kortunum. Það er í kortunum, ok. Kemur þegar það kemur. Já, kemur það kemur. Það tekur einhvern pínu tíma því að maður þarf að fara yfir allar uppskriftir og passa upp á að þau séu réttar. Já, sjálfsögðu. Sjálfsögðu. Svanfríður Hrafn, þetta er frábært. Það er alveg mjög ólíkindum að heyra þessa reynslusögu hvað þetta hefur haft gríðarlega jákvæð áhrif á heilsufar þitt. Já. Og hvað þetta er í rauninni innan seilingar. Það getur hver og einn gert þetta
það getur byrjað á eftir. Já, og þetta í rauninni sko lygilegt því að ég var bara orðin að gamalmenni og sko það hefði snúið svo Já. að það hefði eiginlega getað lýsa því. Nei. Sefur alla nóttina, vaknar ekki upp með kláða og ekki hægt að reykja blóðslóðina eftir því fram á salernið og Nei. það alveg magnað. Kaupum bókina og tökum þátt í föstur með hléum. Já. Frábært. Þakka kærlega fyrir, samfélagið hafa og gangi þess vel. Ok, sömuleiðis.